Í þessu myndbandi ætla ég að tala lýsingarorð. Á ensku heitir það adjectives. Lýsingarorð, orð sem að lýsa einhverju. The words we use to describe something or compare something. Við notum lýsingarorð, adjectives, til að lýsa einhverju. To describe something. Steinninn stór. Þetta stór steinn. The rock is big. It's a big rock. Himinninn blár. Það blár himinn. The sky is blue. It's a blue sky. Barnið lítið. Þetta lítið barn. The child is small or tiny. This is a small child. Í íslensku breytast lýsingarorð eftir í hvaða kyni við notum þau. The adjectives, they change according to gender in Icelandic. Hann í karlkyni stór. He is big. Hann lítill. He is small. Hann blár. He is blue. Hann fallegur. He is beautiful. Hann skemmtilegur. He is fun. Í kvenkyni sömu orðin á þennan hátt. Hún stór. She is big. Hún lítil. She is small. Hún blá. She is blue. Hún falleg. She is beautiful. Hún skemmtileg. She is fun. Og í hvoru kyni, neutral gender, það stórt, það lítið, það blátt, það fallegt, það skemmtilegt. Svo það hann stór, hún stór, en það stórt. Hann lítill, hún lítil, það lítið. Hann blár, hún blá, það blátt. Hann fallegur, hún falleg, það fallegt. Hann skemmtilegur, hún skemmtileg, það skemmtilegt. Oft þegar orðin enda á -ur, þá það oftast karlkyn. Ef það engin ending, þá það oftast kvenkyn. Ef orðið endar á -t, þá það oftast hvorugkyn. Lýsingarorð stigbreytast. Við notum frumstig, miðstig og efsta stig. Hérna orðið stór. The word big. Hann stór, hann stærri, en hann stærstur. He is big, he's bigger, the biggest. Í kvenkyni sama orð, stór, stærri, stærst. Hún stór, hún stærri, en hún stærst. Og í hvorukyni, þá það stórt, það stærra, það stærst. Big, bigger, biggest. En við breytum eftir kynjum.
í íslensku. Sum orð breytast alveg við stigbreytingu. Some words they change a lot when we conjugate them this way, but it's not far from English. These two words are the same as in English. Orðið góður or good. Góður verður betri, bestur og í kvenkyni góð, betri, best og hvorukyni gott, betra, best. So in English this means good, better, best. Og andstæðan við góður eða góð eða gott er slæmur. Slæmur, verri, verstur. Kvenkyn, slæm, verri, verst og hvorugkyn, það er slæmt, það er verra, það er verst. In English that would be the word bad, worse, worst. Lýsingarorð fallbeygjast með nafnorðum, eins og nafnorð. Í öðru vídeói var talað nafnorð og fallbeygingar. Hvernig við beygjum í nefnifall, þolfall, þágufall og eignarfall. Og við notum hjálparorðin hér er og frá og til. Og hér ætlum við að beygja lýsingarorðið gamall og nafnorðið maður saman í öllum föllum, í eintölu og fleirtölu. Þetta er karlkyn, hann maðurinn. Hér er gamall maður gamlan mann, frá gömlum manni til gamals manns. Og í fleirtölu, plural, þá beygist orðið gamlir menn, margir gamlir menn, gamla menn, frá gömlum mönnum til gamalla manna. Ef við myndum bæta greini við orðið maður, þá myndum við segja hér er gamli maðurinn gamla manninn, frá gamla manninum til gamla mannsins. Og í fleirtölu væri það, hér eru gömlu mennirnir gömlu mennina, frá gömlu mönnunum til gömlu mannana. En hérna á þessari mynd þá er orðið án greinis. It's without article in the picture. Og hér er dæmi beygingu á lýsingarorði í kvenkyni. Og fyrst beygjum við orðið ung kona, young woman, í eintölu, singular. Hér er ung kona unga konu, frá ungri konu til ungrar konu. Og í fleirtölu, plural, þá beygist þetta á þennan hátt. Ungar konur, hér eru ungar konur, ungar konur, frá ungum konum til ungra kvenna. Ef við bætum við greini, I will now add article to the word woman, so it becomes the woman, þá hljómar það þannig í eintölu, singular with an article. Unga konan, ungu konuna,
frá ungu konunni til ungu konunnar. Og í fleirtölu með greini, plural with article, it becomes ungu konurnar ungu konurnar frá ungu konunum til ungu kvennanna. Og hér dæmi beygingu í hvorugkyni. Neutral gender. Og við ætlum að fallbeygja nafnorðið barn og lýsingarorðið lítið. Lítið barn, a small child. Hér lítið barn lítið barn frá litlu barni til lítils barns. Og í fleirtölu, plural, it becomes lítil börn lítil börn frá litlum börnum til lítilla barna. Og þegar við segjum í fleirtölu þá segjum við hér eru lítil börn lítil börn frá litlum börnum til lítilla barna. Og ef við bætum við greini, if we add article, þá hljómar beygingin á þennan hátt. Litlu börnin litlu börnin frá litlu börnunum til litlu barnanna. Þetta var fleirtala. This was plural. And singular, eintala, litla barnið litla barnið frá litla barninu til litla barnsins. Við notum lýsingarorð til að bera saman. We use adjectives to compare. Stelpan stærri en strákurinn. The girl is bigger than the boy. Það tekur lengri tíma í strætó en að keyra. It takes a longer time to take the bus than to drive a car. Mér finnst te betra en kaffi. I like tea more than coffee. Hann miklu hressari í dag en í gær. He is better or healthier today than he was yesterday. Og hérna eru nokkrar setningar þar sem við notum lýsingarorð. Few sentences, examples of how we use adjectives. Verkurinn slæmur, hann verri en í gær. The pain is bad, it's worse than yesterday. Hvor leiðin styttri? Which way is shorter? Hún með stutt, dökkt hár og brún augu. She has a short dark hair and brown eyes. Þau eiga 3 lítil börn. They have 3 small children. Rauði bíllinn keyrir hraðar en hvíti bíllinn. The red car drives faster than the white car. Mér finnst skemmtilegt í sundi. I like to go to the swimming pool, or I think it's fun to go swimming.